Velkomin á fyrirlestur hjá Miðaldastofu. Það er mikil ánægja að kynna fyrirlesara dagsins. Það er Guðni T.H. Jóhannesson. Guðni er dósent í sagnfræði við Háskóla Íslands og doktor frá Queen Mary University of London. Og rannsóknarviðfangsefni Guðna er einhvern samtíma saga Íslands og hann hefur skrifað fjölda greina og bóka á því sviði. Og í dag ítum við úr lög þessa fyrirlestur Sturlungu og Guðni ætlar að tala hér sundrungasvik, hvernig Sturlunguöldin hefur verið notuð sem vopn í stjórnmálabaráttu okkar daga. Guðni, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bestu þakkir Haraldur og komið öll sæl og blessuð. Gaman að sjá þennan mikla áhuga á sögunni. Það er óneitanlega áskorun fyrir mig, samtíma sagnfræðinginn, að halda út á þennan vígvöll. Vonandi sleppum maður heill frá þessari hildi. Þegar ég bauðst til þess að flytja erindi í þessari röð, var ég nú nokkuð viss að samtíminn kæmi nú aldrei á dagskrá fyrr en í mars-apríl. En hér stend ég 1. október og hef nú bara gaman að því. En hefjum þá leikinn, það er ekki eftir neina að bíða. Upplifirðu samtímann í ljósi fornsagnanna? Þannig var nafnið spurður Ágústsson í viðtali 2010. Já, sagan er alltaf endurtaka sig, fer hring eftir hring. Við töpuðum frelsi okkar 1262 og svo framvegis, þið sjáið það þarna. Og ég set hér hring utanum. Steingrímur J. Sigfússon er eins og Gissur Jarl, sem var andstæðingur þess að fara undir Noregu í upphafi en spilaði okkur svo þar inn fyrir rest. Förum svo á Facebook. Ég hitti Atla Harðarsson, sagði Hannes Hólmsteinn Gissurarson, sem er hér meðalvor á Þjóðarbókhlöðunni. Hann hafði eftir Bjarna bróður sínum Harðarsinni að flokkaskiptingin íslenska ætti rætur aftur í þjóðveldið. Engin vafi, svaraði Hannes. Þórarinn Nefjólfsson var samfylkingamaður, líka Guðmundur biskup. En Snorri, hann var sjálfstæðismaður. Spunnust af þessu fróðlegar og skemmtilegar umræður og sýndist sitt hverjum, skal ég nú segja. Guðmundur Andri Tórsson var meðal þeirra sem brugðust við. Sennilega alveg rétt hjá þér, Hannes. Snorri veðjaði á rangan hest í Noregi og hafði eins og þið oftrú á eigin dómgreind og samböndum og svo framvegis. Þið sjáu þetta hérna. Ræða Einars Þveraengs er eins og að skrifa það einhverjum VG-manni. Kannski nafnlaus munkur eða nunna. Svona tengjast fortíð og samtíð, ef við viljum svo við hafa. Þetta er til gamans gert, svona spaugamenn. Þó að ég hygg nú að Guðna Ágústssyni að hann hafi meint alveg það sem hann sagði. En svo tekur alvaran við. Hryllilegustu mistök frá 1262. Icesave. Þetta er einhver hryllilegustu mistök í samningsgerð sem gerð hafa verið frá því árið 1262. Ég ætla ekki að nota orðið landráð, en það gera mér náttúrulega með því að segjast ekki ætla að nota orðið landráð. Þannig að hér sjáum við betur en á Facebook hvernig fortíðin verður vopn í höndum stjórnmálamanna, segir maður hygglust, okkar daga. Og þetta er viðfangsefnið mitt í dag, hvernig Sturlungaöldin og atburðir sem þá gerðust eru og hafa verið notaðir í stjórnmálabaráttu samtímans. Ég miða við seinna stríð eða svo og það sem ég gerði var að ég fór yfir umræður í dagblöðum og tímaritum og bókum líka og síðast en ekki síst í þingtíðundunum. Það er hægt að leita eftir orðum í þeim núna og það auðveldaði leikinn auðvitað, annars hefði þið þurft að vera til mars-apríl að fletta tíðundunum. En sum sé, hvernig vitna menn í Sturlungu og atburði Sturlungaaldar máli sínu til stuðnings. Og þeir hafa náttúrulega verið margir sérfræðingar í Sturlungu og Sturlungaöld á þingi. Fyrir mitt tímabil kemur Tryggvi Þórhallsson kannski mönnum í hug, hann kunni Sturlungu utan að var sagt. En á því tímabili sem hér ræðir, þá er Einar Olgeirsson óneitanlega einn þeirra og ófá skiptin sem hann vitnaði til atburða Sturlungaaldar
þegar verið var að takast á samtíman á þingi, eins og þið sjáið hérna til dæmis. Það vantaði ekki að almúginn vildi frelsa Ísland 1262 þegar hann bauðst til þess að leggja fram fé í eitt skipti fyrir öll til að kaupa af sér Hákon konung, en alþýðuna vantaði samtök, forystu, myndugleik til þess að breyta sem sá valdið hafði. Ekki get ég rakið alla fræðimennina, alla þá sem kunnu Sturlungu inn og út, en hér annar og munið eftir honum kannski Ólafur Þ. Þórðarson. Herra forseti, á Sturlungaöld reyndi einn virtasti höfðingi þessa lands að sætta Húnvetninga og fór hrakfarir miklar. Það verður ekki gengið betur nú. Og það eru ófá tilfellin sem Ólafur heitinn vitnaði í Sturlungu. Það var við afgreiðslu fjárlaga, umræðu stjórnarskrána, vegalög, hvað eina. Alltaf gat hann fundið eitthvað í Sturlungu og atburðum Sturlungualdar málunni sínu til stuðnings. Og auðvitað hafa þeir verið fleiri. Núna síðast þetta mér í hug Katrín Jakobsdóttir, Mörður Árnason og auðvitað margir fleiri sem hérna ekki hægt að nefna hér. En the bottom line, sem að noti góða íslensku, þeir eru til fjölmargir á þingi sem nota atburði Sturlungualdar til þess að leggja áherslu á orð sín í orrahríðinni á Alþingi. Sá sem það gerði kannski oftast síðustu árin þessi hér, Árni Johnsen, og tilefnið hérna málshöfðun gegn ráðherrum, skýrsla rannsóknarnefndar, stjórn fiskveiða, ríkisábyrgð á lántöku, þetta ISAFE og stefnuræða forsætisráðherra. Hér dúkkar alltaf upp 1262 og atburðir Sturlungualdar. En hvað það þá sem mönnum í huga þegar þeir vitna svona í þessa tilteknu fortíð okkar? Jú, annars vegar það sundrung. Og nánast af handahófi nefni ég hér dæmi. Ingólfur Jónsson, Ingólfur á Hellu, umræðum, man nú ekki hvað, apríl 43. Íslendingar hafa barist innbyrðis og þeir eru þannig skapi farnir að það eins og þeir vilja alltaf standa í orrustum. En reynslan hefur sýnt oss, menn þið eruðu hvernig annað þarna, að það getur verið dýrt að eiga í stöðugum vígaferlum. 12. og 13. öldin sýndi oss ljósast hvað það kostaði. Árið 1262 ætti að vera oss minnistætt. Það var þá sem þjóðin glataði sjálfstæði sínu vegna þess að höfðingjar landsins áttu í stöðugum erjum og illdeilum. Og það annað meginþemað, höfðingjarnir sviku, höfðingjarnir brugðust. Þessir valdamiklu höfðingjar sem höfðu sölsað undir sig fé og áhrif og góðorð og hvað eina. Ég verð nú að passa mig að ekki þykjast vera sérfræðingur í því sem ég alls ekki sérfræðingur í, en trúið mér með þetta. Svona var litið á söguna í sölum Alþingis árin eftir stríð og til okkar daga. Höfðingjarnir sviku. Og hér Ágúst á Brúnarstöðum, faðir Guðna. Stór deilur þær sem hér urðu á Sturlungaöld valdið yfir héruðum landsins leiddu til þess sem öllum kunnugt að þjóðin misti frelsi sitt. Hinn pólitíska refskák sem höfðingjar og ríkismenn þeirra tíma telfdu yfirráðin yfir byggðarlögum landsins endaði með falli hins fræga þjóðskipulags sem var þá ekki annar staðar til en hér á Íslandi. Það var höfðingjunum að kenna, en hér fór allt á versta veg. Nú svo það svikin. Svikin sem þá voru drygð og eru nú yfirvofandi. Sjálfstæðismissir og svik. Fyrst umræðurnar á Alþingi aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu, hasarinn þá. Og eftir 5 ára sjálfstæði hefst aftur nýtt niðurlægingatímabil, sagði Einar Olgeirsson. Ég vil nota síðustu mínúturnar til að vara háttvirta þingmenn við hvaða skref þeir eru nú að stíga. Það mesta ógæfu skref sem Alþingi hefur stigið að 1262 ekki undanskildu. Og þar höfðu þið það. Þetta einstiklan, svo næsta landhelgismál, deilur landhelgissamning væntanlegan Íslendinga og Breta, sem var lokið við snemma árs 1961. Mótmælum gegn honum, Sigurveginn Einarsson. Þá var þjóðin ekki þess megnuð að rísa gegn ásælni hins erlenda valds. Fyrir því tapaði hún sjálfstæðinu 1262 að hún lét undan þessari ásælni. Lét knýja sig til undanhalds, eins og Bretar ætla nú að knýja Íslendinga til undanhalds.
Þá verður rökstuðningurinn sterkari, öflugri, áhrifameiri þegar menn geta vitnað í 1262 og það allt saman. Svona heldur þetta áfram. Evrópska efnahagssvæðið og ESB. Þetta ekki Páll Pétursson þarna á myndinni, þetta Ásmundur Einar Daðason. Og við heyrúlluna ESB nei takk á íslenskri grundu sem þarna var líka þegar atburðir Sturlungu áttu sér stað. Og tilvísunin í deilur Evrópska efnahagssvæðið. Þetta afdrifaríkasti gerningur sem gerður hefur verið fyrir hönd þjóðarinnar síðan 1262 og mjög æskilegt að þjóðin fái að gefa ráð við þá ákvörðun. Og þarna vil ég náttúrulega leggja áherslu á þetta með að þetta sé afdrifaríkasti gerningur frá árinu 1262. Þannig að ef við drögum þetta saman, þá lítur þetta nokkurn veginn svona út. Já, nei, heyrðu, gleymdi ég Icesave. Að síðustu, Höskuldur Þórhallsson í umræðum Icesave árslok 2009. Mér langar til þess að rifja upp sögu sem kemur fram í Ólafs sögu Helga í Heimskringlu Snorra Sturlusonar og það náttúrulega fyrir ólærðan mann í mínum fræðum. Meira segja ég fattaði strax hvað hann átti við. Það Grímsey og að ef við gefum hann eftir hvað þá. Með öðrum orðum, ef við myndum gefa eftir litla putta af sjálfstæði þjóðarinnar væri einfaldlega hætt á því að við myndum glata því öllu að lokum. Núverandi ríkisstjórn ætlar ekki að læra af sögunni. Hún ætlar ekki að læra af mistökum fortíðarinnar. Það kannski það alvarlegasta sem við horfum upp á hér í dag. Þannig að þetta bætist við, það sem sé NATO, það landhelgin, það EES og ESB og síðustu Icesave. Þannig að ef við draugum þetta saman, þá lítur þetta svona út. Sturlungaöldin og lærdómarsögunar í huga stjórnmálamanna og þetta flugumýra brenna, stólið af netinu. Sundrung þjóðarinnar leiðir til hörmunga. Vald á hendur fárra höfðingja boðar ekki gott. Sjálfstæði og velmegun glataðist með svikasamningum 1262-4. Þetta eru rauðu þræðirnir. Og þá snúum við okkur að því hvernig sagnfræðingum finnst stjórnmálamenn gjarnan fara með fortíðina, liðna tíð. Ég vitna hér í finnskan fræðimann, sagnfræðing. History amounts to a reservoir of political arguments. The stock is continuously renewed with, for example, governments twisting history to suit their own agendas. Og myndin þarna af frægri bók Margaretar Macmillan, kanadísks höfundar, The Uses and Abuses of History. Það sem beinlínis tekið á þessu í bókarlengd, hvernig stjórnmálamenn freistast til þess að nota og misnota söguna. Segja hana eftir sínu höfði, ná fram einhverju í pólitískri baráttu samtímans og velja það sem nánast hendi næst úr sögunni. Einhverja stiklur sem allir kunna. 1262, 1662 og þar fram eftir göttunum. Og þá horfin eining pólitíkusa, eða valdhafa og sagnaritara hér áður fyrr. Við höfum ekki tíma til þess að fara í þetta nema í grófustu dráttum, en á 19. öld þegar sagnfræði var að verða til sem fræðafag, þá gengu þeir hönd í hönd, sagnfræðingarnir og þjóðernisinnarnir. Tékklandi og Balkanskaga voru þetta sömu mennirnir, sagnaritarinn, fræðimaðurinn og stjórnmálamadurinn. Berjast fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og nota til þess söguna. Og auðvitað höfum við sömu dæmi hér heima. Jón Sigurðsson var ekki eingöngu forystumaður í sjálfstæðisbaráttunni á sinni tíð, hann var líka fræðimaður. Og auðvitað notaði gamla sáttmála í sinni pólitísku baráttu, eins og þið kunnið örugglega betur en ég. Og eða Jónas frá Hriflu með sinni Íslandssögu, hvernig hann mótaði skoðun heillar þjóðar í halva öld, getum við sagt. Í þann tíð stóðu menn saman. Þá var engin sundrung, sagnfræðinga og ráðamanna. En nú hún snorrabústekkur. Það sundrung stjórnmálamanna og fræða samfélags. Við getum talað ný sjónarmið. En ég set ný hér innan gæsalappa, því að ég vitna hér í Sigurð Líndal, sem nú hér í salnum, sem olli þáttaskilum árið 1964
þegar hann birti grein sína utanríkisstefnu Íslendinga á 13. öld og aðdraganda sáttmálans 1262–64 og vakti þá máls á því að það væri nú kannski ekki skynsamlegt að líta á gamla sáttmála í ljósi samtímans og hugmyndir sjálfstæði og þjóðir og þess háttar, þær hefðu verið öðruvísi þá en okkar daga. Að sama skapi vitna ég hér í ritgerð Þórs Vilhjálmssonar íslenska réttarsögu. Er nú tími til komin að þetta sem fleira þá var mælt og varðar íslenska réttarsögu, sem sé sjálfstæðisbaráttunni, verði skoðað á ný með meiri rósemi. Þannig að þarna að hefjast ákall fræðimannanna það að við förum að endurskoða hina hefðbundnu sögu. Svo rúllar boltinn áfram og ef við lítum til, segjum dagsins í dag, þá eru nýjustu sjónarmiðin dálítið önnur, algerlega önnur jafnvel, en það sem við heyrðum áðan sjónarmiðin á þingi frá því eftir seinna stríð og til okkar daga. Og nú tek ég þá áhættu að þykjast geta sagt hvað fræðimenn á sviði Sturlungaaldar halda okkar daga, en það verður þá bara að hafa það ef ég hef ekki náð að setja listan alveg rétt, en sjáu þið hérna. Gamli sáttmáli, tæpast mikilvægur Íslendingum á miðöldum. Þetta pikkaði upp eftir einum fræðimannunum einhvers staðar. Óvíst að konungur hafi nokkuð tímann samþykkt hann. Gamli sáttmáli hugsanlega saminn nokkrum öldum síðar, munið eftir atganginum þegar brasilísk fræðakona kom hér og sagði okkur að gamli sáttmáli væri nú kannski ekki eins gamall og við höldum. Fyrir mig sem áhugamann fannst mér þetta alveg magnað. Þetta væri eins og einhver áhugamaður frá Úsbekistan kemur til Bretlands og segði, Magna Carta, þetta var samið á 17. öld. Hvernig getur þetta gerst? Er þetta dæmi nýjuföddin keisarans? Heimildamat nauðsynlegt, hver skrifaði og hvers vegna? Auðvitað þarf að líta á það með þessi skjöl eins og önnur. Hugmyndir samtímans þjóð, ríki og sjálfstæði ekki til á 13. öld. Það er okkar tilbúningur eða misskilningur að ætla íbúum landsins á þeirri tíð að hugsa eins þessi fyrirbæri og við gerum í dag. Þróunin á 13. öld skiljanleg og fyrr 12. öld, jafnvel óumflýjanleg. Þetta hlaut að gerast. Veldi kirkjunar, veldi konungs, þetta var bara þungi straumur sögunar. Gamli sáttmáli engin svikasamningur. Mörgu ljósi má segja að hann hafi bara verið skynsamleg viðbrögð við ástandinu eins og það var orðið. Þannig að þessi þáttur stórsögunar því ekki á rökum reistur. Og nú spyr fólk kannski, hvað er þá stór saga? Stór saga er svona það sem heitir á ensku grand narrative. Að þjóðir eignast og viðhalda fyrir tilstilli ríkisvaldsins til dæmis ákveðinni sín á sína sögu. Og það er ákveðin atriði þar sem verða að vera, sem er einhugur og er fjandanum erfiðara að breyta. Og hvernig er þá okkar stór saga? Hvernig hefur hún verið? Frelsi og dýrð á þjóðveldisöld, auðvitað einfalda ég hér og íki kannski aðeins, en það er gert til þess að skerpa á línunum, því fyrirgefum ég það. Sundrung og svik á Sturlungaöld, það er okkar tími núna. Hnignun í 600 sumur undir erlendu valdi. Sjálfstæðisvakning í þarna heila öld, sem lauk með lokasigrinum, eða sigrinum mikla, 1944, og síðan sjálfstæði og velmegun til okkar daga. Það vísu hérna smá bakslag 2008. Þegar útlendingar gerðu okkur aftur grikk. Þetta er stór sagan. Og nú er ég búinn að rekja hér fyrir ykkur allt frá 64 hafa fræðamennirnir verið að keppast við að endurskoða þetta, breyta, draga í efa. Þetta var ekki svona. Hlustið á okkur. Hvað lifir þá þessi stór saga? Hvað veldur því að stjórnmálamennirnir tala á þessum nótum sem þeir tala allt til okkar daga, eða almenningur virðist
hrifinn af þessari tegund sögunar? Hverju veldur? Hvers vegna lifir hinn sagan? Og hér vitna ég í frægan spekingur heimilissagfræðinga og hugvísindamanna, David Lowenthal, og hann segir þarna, og það kannski best að benda bara á lokin þarna, the distinction between heritage and history is vital. History explores and explains pasts, það getur, þetta flirtölu, grown ever more opaque over time. Heritage, menningariðnaðurinn, sameiginlegu minningarnar, clarifies past so as to infuse them with present purposes. Og í því liggur kannski vandi okkar. Sagnfræðingar eru bara í öðrum bransa. Og þess vegna skapast þessi gjá. En erum við þá ekki að verða sögulaus þjóð? Að því var spurt á söguþingi 2002 og þar var ég og ég man að ég skrifaði niður eins og ég ætti lífið að leysa eftir málshefjanda Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands. Erum við að verða sögulaus þjóð á sama tíma og sagnfræðin verður sífellt litríkari? Og hvað það átt við? Jú, sagan, eins og stendur þarna, eins og ég skrifaði upp eftir honum, átti traustar rætur í sjálfstæðisbaráttunni. Sagan var á vissan hátt burðarás í sjálfstæðisbaráttu fyrri alda. Þetta breytt núna. En sagan samt enn ríkur þáttur í sjálfstæðisvitund þjóðarinnar. Og ef þið viljið þá getið séð nánar þetta til dæmis þarna í frétt mbl.is sem ég vitna þarna í líka. Og þetta þá ekki bara okkur fræðimönnunum að kenna að við höfum mist þessa góðu tengingu við valdhafana og hugsanlega almenning líka. Hér ger ég aðeins að gamni mínu og vitna í eina mínum uppáhalds skáldsögum. David Lodge, Small World heitir hún. Íronía fræðasamfélagið, ráðstefnur og þess aftur, alveg mögnuð bók. Og þar ein söguhetjan, svona vel staðsettur, establisheraður prófessor, Morris Zapp, og hann segist vera svona deconstructionist. Well, I'm a bit of a deconstructionist myself. It's kind of exciting. The last intellectual thrill left. Like sawing through the branch you're sitting on. Við erum að verða söguleg þjóð. Við erum að rífa af okkur greinina. Við erum að saga hana af okkur. Og hún, unga fræðakonan, vinkona hans, Fulvia Morgana, ítölsk, svarar með sínum ítalska hreimi, exactly, it is so narcissistic, so hopeless. Alveg, þetta fangar kannski vel, þennan vanda. En hvað þá til ráða? Ég hrifinn af þessari setningu á ensku þarna, no deconstruction without reconstruction aftur þetta að vera. Engin afbygging án uppbyggingar. Jú, rífum niður gömlu stórsöguna, en ef við látum þá staðar numið, þá erum við bara halnuð. Við þurfum að gefa eitthvað annað í staðinn, við þurfum að veita einhverja nýja sögu, eða nýjar sögur, því að annars erum við bara búin að brjóta niður. Þetta er fílabeinsturnin, sko. Fræðasamfélagið. Og hvert þá, einmitt, hlutverkina sér fróðu í fræðum og samfélagi? Hvað eigum við að vera að gera? Ég vitna hér í góðan kollega og sveitunga úr Garðabænum, Viðar Pálsson, og þið sjá hann vann Gettu betur einu sinni, hérna einn þeirra. Flestir akademískir fræðimenn vilja og verða að vinna sína stærstu sigra innan akademíunar, fremur en á metsölu markaði, með bókum sem segja kollegunum fátt eða ekkert nýtt. Það má alveg taka undir þetta. En vandinn þá kannski sá, eins og hér kemur, í bók eftir John Arnold, History, a very short introduction, stutt og ódýr, og þess vegna les fólk hana. There has been an increasing gulf between the general public and the academic historian. Writing for learned journals or publishing monographs with university presses generally means writing for an audience of under 500 people. Og þetta út í hinum stóra heimi. Þannig að það náttúrulega vandinn. Fyrir hverja erum við þá að skrifa? Fræðasnobb, ég alltaf á Facebook eins og þið sjáið. Þar stóðu í rökræðum Einar Kárason og fleiri. Einar Kárason, rithöfundur sem hefur skrifað sína trílógíu Sturlungaöld og alveg frábærlega skemmtileg rit. Honum fannst og finnst örugglega enn viðtökurnar hafa verið slælegar í fræðasamfélaginu.
Hérna, sjáu þið þarna. Ég ætla ekki að biðja ykkur að lesa þetta allt saman. Ég hef á rúmu ári, sagði Einar Kárason þarna efst uppi, birt 3 greinar helstu bækur íslenskra miðalda í virtustu bókmenntatímaritum með kenningum sem ekki hefur þeirst áður, en enginn hefur treystið til að andmæla. Og svona heldur þetta áfram. Og Helga Kress stóð í miklu stappi við hann. Það var mjög gaman að fylgjast með þessum og beið bara hvað gerist næst, förum að poppa. Þetta nú ekki sanngjarnt, Einar. Ég kom að hlusta á þig þegar þér var boðið að halda fyrirlestur í Félagi íslenskra fræða. Fílólógunum þeim. Og búin að lesa greina þínar og hlustaði vel. Og hann talaði svo lengi, ég þarf að passa mig á því núna. En það var rétt hjá þér að lítill áhugi virðist vera hjá fræðimönnum því að mæting var fyrir neðan strik. Kannski þetta einn vandinn, að fræðasamfélagið hlustar ekki á venjulega fólkið, finnst það fyrir neðan sína virðingu? Nei, ég held ekki. Hér enn einn fésbókarstatusinn og það Guðrún Nordal sem líka hérna í dag. Af fornsagnaþingi í Zürich. Hugsið ykkur hve mikil gróska í íslenskum og norrænum miðaldafræðum allan heim. Þið fengu nokkur dæmi í dag, handritin okkar gamli arfur sprelllifandi í höndunum á nýrri kynslóð fræðimanna. Og okkur sem eldri eru líka, broskarl. Íslendingar hafa sérstakt hlutverk í þeirri miðlun. Og fólk fór einmitt að hugsa þarna, fræða fólkið. Já, miðlun það kannski lykilorðið, hvað eigum við að gera? Og áfram að skrafa það á Facebook. Mikið vildi ég að það verið bein útsending frá þessu þingi, sagði Guðmundur Magnússon, sagnfræðingur og blaðamaður á Mogganum. Já, það hefur verið gaman að miðla sumu, sagði Guðrún. Og svona, hvernig væri að hafa webcam, bætti Torfi H. Tulinius við. Já, upplagt, Twitter-samfélag, sagði Ármann Jakobsson. Fornsagnatíst. Já, og svo verður örugglega komið eitthvað nýtt eftir 3 ár. En það svo gefandi að miðla þessu efni. Tísti við komið til að vera sinna minnstakosti. Einmitt, tístum núna, setja hér eftir. Málið leyst. Þannig nú það. Það spurning, þá gefum okkur að þessi gjá milli fræðasamfélagsins og hinna sé til staðar, hvernig á að reyna að brúa hana, ef það á þá að brúa hana. Þetta allt saman spurningar sem ég svona meira að varpa fram frekar en hitt. En svo líka að lokum, möguleg misnotkun fræðimanna sjálfra á Sturlungaöld. Það svona freistandi að segja, þeir misnota stjórnmálamennirnir, við sinnum, við elskum, þeir eru í misnotkunarbransanum. En hér varpa ég líka fram spurningum, hugsanlegt, og ég hef alla mögulega fyrirvara, ég hef spurningamerki þarna og myndi segja að þetta jafnvel sko ómeðvitað, að við berum fortíðina og samtíðina saman, við ýkjum þennan samlíkinguna til að réttlæta rannsóknir og fjárframlög. Hér vitna ég Helga Þorláksson. Starfandi sakfræðingar hafa lítt tekið þátt í þessum samanburði. Þeir vilja ekki láta henda sig að færa samtíman yfir á fortíðina. Vilja heldur skoða fortíðina út frá viðhorfum sem þá ríktu. Láta fortíðina í friði, ekki tengja hana alltaf við samtíman. Það eitt sjónarmiðið. Hér koma önnur sjónarmið. Það sem heitast í okkar fræðum í dag, einna heitast, svo kallaður transnationalismi. Yfir þjóðleg nálgun getum við kallað það. Ekki horfa á þjóðir eða ekki horfa á þjóðríki, heldur skoða strauma og stefnur í víðara samhengi. Þá fáum við miklu betri skilning á þróun sögunar. Og samevrópskir straumar. Og ég vitna þarna í einn frægan transnationalism sagfræðing, motivated by the desire to highlight the importance of connections and transfers across boundaries. Og það allt gott og blessað, ekki megum við bara skrifa sögun út frá hverju þjóðríki fyrir sig, en líka hætta á ýkjum hérna. Það hugsanlegt? Hvað ef þú þarft að sækja styrki? Nú veitna ég í Gísla Sigurðsson, ég þóttist ég að sjá hann hérna í salnum einhvern tímann og þetta hættan við að vera að tala svona efni sem svona ríkt fólki í huga fólks. Rannsóknir háskólafólks á þessu sviði hafa fallið vel að pólitískri stefnumótun í hinu evrópska sjóða- og styrkjakerfi. Finndu samevrópskar tengingar, sjóðirnir eru þínir. Nú ýki ég þetta aðeins. En svona má líka líta á hlutina. Í það minnsta svo við setjum okkur ekki á háan hest með þessari samlíkingu að þeir misnoti en við séum ekkert í þeim bransa. Það verðum við að varast framar öllu. Þetta eru lokaorðin mín núna og vonandi
ráðrúm fyrir spurningar og hugsanlega svör, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.